Þú veist, maður stundum á einhverju stað í lífinu sem maður svona kannski þarf að gera breytingar eða vill gera breytingar. Maður vill ekki bara vera fastur á sama stað í sömu sporum. Og ég var búin að vera svona lítið kringum mig. Ég vissi ekki hvað það var sem ég vildi, en einhvern veginn fékk ég bara þessa tilfinningu, þú veist, ok, ég er búin að þennan aldur og þetta er ekki búið. Og þú veist, ég var ekki alveg sátt, ég þurfti eitthvað meira. Og þetta einhvern veginn bara kikkaði algjörlega inn. Já, þetta náði til mín, bara hvernig Brynjar talaði algjörlega frá hjartanu, þú veist. Og honum svo mikið í mun að miðla og að það nái til fólks. Hann ekki bara, já, ég ætla að tala hérna í 2 tíma og þú veist, þetta er það sem ég ætla að segja og svo bara, þú veist, er þetta búið? Það er ekki þannig. Hann fylgir þessu eftir. Og ég hef farið alls konar námskeið og alls konar fyrirlestra og það hefur ekki oft gerst að það hefur ýtt svona rosalega við mér. Það sem þetta hefur ýtt mest hvað við mér, það er varðandi mig sjálfa. Að taka gagnrýni. Allt í einu er ég bara svona pínu farin að fiska eftir því, þú veist, ég vil heyra hvernig fólk sér mig, af því ég veit alveg ég get höndlað það og ég hef alveg getað höndlað áður, en nú einhvern veginn vil ég heyra það. Og af því ég vil kannski bara bæta mig. Og ég veit að, sko, gagnrýnin hún er ekki beint persónuleg, ég veit að ég get grætt á því að heyra það og velt mér aðeins upp úr því hvar, þú veist, mínir veikleikar eru til dæmis. Sem eiganda fyrirtækis og með mannaforráð þá hefur þetta styrkt mig í bæði varðandi samskipti við starfsfólkið. Þú veist, við erum hérna, við getum alltaf farið aðeins ofar, við þurfum ekki að vera bara hér. Þó ég sé sátt með margt, þá getum við alltaf aðeins farið lengra og gert aðeins betur. Og ég er að reyna að vera þessi hvetjandi yfirmaður. Alveg svo Brynjar, hann er að hvetja okkur, við förum út alveg bara, já, ég ætla sko að gera þetta. Þannig að ég held að ég hef fengist pínu spirit frá honum með þetta. Mér fannst allt vera bara alveg í ágætislagi, en vá, við getum alltaf gert betur. Og ég fór líka að spá í út frá starfsfólkinu, þau þurfa challenge. Það er ekkert gaman að mæti vinnuna og bara hlutin eru bara beinir. Það þarf aðeins að ýta við þeim aðeins og fá þau til að hugsa aðeins út í boxið. Þannig að klárlega hef ég bætt mig þar. Það er eiginlega bara allt sérstætt við það, því að það er ekkert annað prógram sem er eins og þetta. Eða ég hef allavega ekki dottið niður á það. Þetta er, ég veit ekki alveg, já þú segir prógram, ég veit ekki alveg hvað ég eiginlega á að kalla þetta, því að þetta er bara svona pínu eins og lífsstílsnámskeið. Ég upplifa það þannig, að þetta fer inn á alla þætti. Ég hef trúið því að þetta muni valda miklum breytingum í mínu lífi, mitt eigið sjálf, þú veist. Ég er ekki að segja að fólk muni eitthvað sjá það, en ég held að það muni bara gera mig að betra manneskju og mér muni líða betur. Ég er ekki að fara að hætta, sko. Þið eru ekki að fara að losna við mig.